ágæta fólk. Við erum komin saman til að ræða áhugamálin okkar og trúna okkar, lífsstefnun okkar nýju eftir að trúin kom til skjalanna. Þá tók lífið okkar nýja stefnu og við erum ennþá á þessari stefnu og líkar það bara vel. Við erum ekki að hætta neitt við hálfnað verk því að verk er ekki nema hálfnað og verður það að þangað til við bara förum héðan. Það fullnast ekki fyrir. Og trúargangan er ærin og hún er merkileg og hún er stórmerkileg reyndar og hún býður upp á nýtt og ferskt á hverjum degi og við getum því vaknað fersk og glöð inn í hvern dag því að trúin sér það að við horfum til Jesú með vonar glætu í augum og festum sjónar á hann og væntum hellings á honum og verðum ekki fyrir vonbrigðum með eitt eða neitt nú frekar en áður og það er akkúrat það sem við viljum. Við viljum ekki verða fyrir vonbrigðum með það sem við treystum á. Og þá er Kristur bestur af öllu góðu því að hann veit hvað máli snýst og hvar skóinn kreppir og getur því alveg bætt úr það sem þrengir að. Og það er eitt af því sem trúin vill gera. Hún vill bæta úr því sem þrengir að og vera það sem hún segist vera í okkar lífi. Það er gott að vita því að það er eitthvað sem er til sem svona getur rýmkað okkur og það er einmitt þekkingin og Jesús sem fær það allt saman og þess vegna er þetta allt svo gott og þess vegna á að tala trú og tala mikið trú og aldrei að sleppa færi á því að tala það sem máli skiptir og skiptir öllu máli hvort sem fyrir mig eða þig. En við þurfum að vilja þetta, við þurfum að vilja vera í þessu, við þurfum umfram allt að standa upp og gera því að það er vilji Guðs að við stöndum upp og gerum því ef enginn gerir neitt, ef enginn fæst þess að vinna þessi verk þá getur hann því miður ekkert gert því að þetta er bara skipulagið hjá honum. Hann reisir fólk upp til þess að gera ákveðin verk og ætlast auðvitað til þess að viðkomandi sinni þessu á meðan að hann getur og við erum í fullu fjöri og getum því alveg gert trúarleg verk og talað Jesú og ég veit ekki hvað og ættum að vera uppteknari við það við oft erum en megum heldur ekki gleyma því að mörg okkar erum býsna upptekin við orð Guðs og það er alveg hægt að tala það sem vel er gert og við ættum að gera það kannski oftar en við gerum. En þetta er svona, við erum að læra og við erum að ýta okkur út í þessi verk vegna þess að flest af okkur nú störfum hlaðið fólk og tökum af okkar tíma í þetta og sjáum ekki eftir honum og eitthvað sem togar í okkur að fara í þetta og hitt verkið og það er líka bara gott. En sem sagt, verk sem ekki er gert er gagnslaust. Þá við allt lífið, þá líka við trúarlífið okkar. Ef við tölum ekki Krist, ef við tölum ekki það sem hann sér, þá er harla lítið gagn af okkur. En við erum fólki sem gerum þetta og erum því gagnlegt fólk, sjálfum okkur og öðru trúuðu fólki. Verk og trú farið því saman og það er mjög gagnlegt og það er líka það sem Drottinn vill gera. Hann vill að verk og trú farið saman og ég er sem sagt maður verka og þú getur sagt þetta með mér, þú ert manneskja verka og ert óhræddur og hræddið að láta verkin tala og hefur oft gert það og það bara haltu því áfram að láta verkin tala. Það mun koma þér vel því að tíminn líður þegar þú lætur verkin tala, það er ekki rétt. En ef þú ert bara í stólnum og horfandi á lofta veggi þá líður nú tíminn hægt og svona ósköp lítið sem þú ert að aðhafast daginn út og daginn inn og þetta er eitthvað sem þarf að laga og þetta er eitthvað sem þarf að breytast og þetta er eitthvað sem trúin getur tekið á. Þú þarft að eignast því trú, þú sér það, til að hún geti farið að drífa þig upp. Hve oft hefur hún ekki drifið mann sjálfan upp og orðið svona eitthvað leiðarljós í manns lífi. Það er bara eðli trúarinn að vera þetta.
og ef enginn, eins og við mátt talað hér, ef enginn hvetur þig, þá getur þú leyft trúnni bara að gera það, því hún lifandi afl, hún ekki dautt, hún ekki eitthvað bara sem ekki einskis máli, skiptir engu máli, hún skiptir öllu máli. Hún aflið í þínu lífi sem getur drifið þig á stað. Og svo þegar þú ert búin að átta þig á hvað trú þá sérðu fyrir að upplifa kraftin af henni fyrir sjálfan þig og aðra í kring, og þú ferð að uppgötva alls konar getu hjá þér sjálfum sem þú áttir aldrei vona og þú myndir gera, en þetta leikur í höndunum á þér í nafni trúarinnar, nafni Jesú Krist. Þetta svo merkilegt að lifa þetta, því að og okkur öllum boðið þetta vegna þess að Guð bara Guð og hann bara fyrir fólk, og hann að nota fólk til þess að kynna sig, og þetta alltaf sama viðfangi. Við erum að kynna Drottinn, við erum að kynna Jesú og höldum því áfram vegna þess að við viljum það. Það eitt af því sem að trúin dregur upp í okkur, það að vilja að gera það sem Guðs. Og þá skiptir aldurinn í sjálfu sér engu máli, og það skiptir heldur engu máli hversu lengi þú ert búin að vera við þetta og allt saman það. Þetta geta menn þreyst, menn geta þreyst á öllu, en samt trúin einhvern veginn, hún drífur mann alltaf upp aftur. Eins og segir á einu stað, ungir menn lýjast og þreytast, en þeir sem eiga trú fá vængi svo ernirnir og fljúga bara yfir alla erfiðleika eða eitthvað þeim dúr, þú kannast við reikningast af mögulega. Þetta það sem trú vill gera fyrir þig, og þetta það sem að Drottinn vill að þú nærir þig á og setir þig svolítið inn í og selt svolítið í. En það gerist ekki nema að þú viljir það, og það hvatningin alltaf sama að vilja. Drottinn hann lifandi, hann við hliðina og hann stendur við hjá þér, og hann að kalla til þig. Hann bara að bíða eftir því að þú komir, hann hefur verkefni handa þér, hann hefur ærin verkefni handa þér, hann mun drífa þig upp og setja þig á svona, setja þig á stað í svona einhverjum mæli, á þeim hraða þetta sem þú ræður við, og þannig það ekkert að óttast, það ekkert engu að kvíða, það bara koma og leyfa Drottni að vera það sem hann á að vera í hvort sem mínu lífi eða þínu. Þess vegna erum við þakklátt fyrir það, en eru til menn og konur sem að vilja tjá sig sína eigin trú, því að það sem við erum að tala mikið ofta á reynslu okkar, og þannig að við erum að tala af reynslu, og reynslan segir manni satt, eða ekki? Það sem þú hefur reynt satt og rétt fyrir þér, og það sem rétt hjá þér alveg heilagur sannleikur, getur alveg verið það. Þannig við gerum ekki lítið úr reynslu hvors annars. En það sem sagt þetta sem við viljum koma á framfæri, það Jesú, og það það að hann kraftur, hann afl, hann eitthvað sem við þurfum á að halda, ekki bara stundum, heldur alltaf. Og nú nýr dagur, hann með sína byrðar, hann með sína erfiðleika, en Drottinn líka til að létta af byrðum og koma inn í erfiðleika til að leysa þá, hverjir sem þeir eru. Þannig það alltaf til alls að vinna að þjóna Drottni í Jesú nafni. Og það einmitt í Jesú nafni sem við þjónum. Við vinnum ekki í Jesú nafni. Við förum í Jesú nafni til að segja frá. Ef að menn læknast, þá læknast þeir í Jesú nafni. Ef menn fá opinberun, þá fá þeir opinberun í Jesú nafni. Þetta allt í Jesú nafni sem undirstrikar enn og aftur það að trúin sé nauðsynleg. Án trúar þetta gagnslaust sem við erum að gera. En við eigum trú, og við elskum Jesú, og erum því fólkið sem að hljúum á vængjum arnarins, og erum því ekki að spá svo mikið í erfiðleikana, þeir eru þarna, en stundum bara náuð að hljúa yfir þá, þannig að við verðum þeir ekki vör. Og það eitt af því sem að trúin gefur okkur, hún leyfir okkur að upplifa það að erfiðleikar verða bara ekkert mál. Og eftir það verður kannski minna hræddið þessu erfiðleika, við verðum minna hræddið að takast á við erfiðleika og glíma við það sem að steðjar, og alltaf eitthvað sem við þurfum að takast á við, og við gerum það framvegis óhrædd vegna þess að við vitum mátt trúarinnar í málinu. Þannig að við sjáum að allt þetta til gagns, allt þetta til þess að við höldum áfram að gera góð verk í Jesú nafni.
Og sumir eru iðnaðir við það en aðrir, en allir vilja gera þetta. Við megum ekki gleyma því. Allir trúaðir menn þeir vilja gera það sem rétt, þeir vilja gera það sem Guði þóknanlegt, en tekst misjafnlega. Þannig við dæmum ekki þetta, heldur hvetjum við fólk bara áfram til góðra verka og dáða, eins og við eigum að gera, og það okkar skylda í raun og veru að gera það. Og það eitt sem dæmir, það Guð sjálfur. En við dæmum engan. Og það líka vilji Guðs að við dæmum engan. Og sumir hafa náð lengra þar en aðrir. Þetta allt saman sem segir okkur að við erum öll á misjöfnum stað. Við erum komin misjafnlega langt í fræðanum. Og aðrir sjóaðir þar en hinnir og svo framvegis. Og eins og bara lífið sjálft. Það enginn þannig séð bara sem gengur inn í eitthvað og bara með fullskapað verk. Þetta bara ferli. Þú byrjar þarna, svo endar þú þarna. Eins og með trúna, þú byrjaðir þegar þú frelsaðist, þar hófst þetta og nú gangan ennþá. Hún búin að gefa helling af tækifærum og reynslu og þú sjóaðir í dag í þessum fræðum, heldur þú varst að byrja. Þannig með þetta allt saman. Þegar við komum inn, þá erum við blöyt á bakvið eyrun, svo erum við yfirgefið kannski skútun eftir 16 ár og þá vitum við orðið nokkuð margt það sem við vorum að gera, sem við vissum ekki áður. Og getum við viljum miðlað helling til þeirra sem eru á sama stað og að komast inn í þetta til að flýta því að þeir komist hraðar inn. Og það eitt af því sem að trúin vill nota reynsluna til, að hún hjálpi nýliðanum við að komast hraðar inn í þetta sem Guð segir. Og þá kemur að okkur sem erum búin að ganga þessa göngu, já, segjum lengur en styttra, að við höfum svo margt að miðla til fólks. En erum við að gera það? Það því miður allur gangur á því. Kannski hafa sumir trúaðir með bara alls enga reynslu. Hvernig sem á því stendur, þeir hafa einhvern veginn aldrei, þeir eru trúaðir, eru frelsar og vita það, en einhvern veginn hafa aldrei tekist á við trúna þannig séð. Þannig hún hefur aldrei fengið að gefa þá reynslu sem að trúni ætlað. Trúni ætlað að gefa okkur ákveðna reynslu. Og hjartað í raun og veru, það slæri í brjóst þessara mann og kvenna alveg svo í mér. Það alltaf að hvetja þetta fólk til að koma og gera og svo framvegis. En að því að trúin góð og drottin góður við okkur, þá leifar hann okkur alltaf að ráða hvernig við gera þetta, eða hvort við gerum þetta. Hann verður ekkert fúll út í mig þó ég kannski ger ekki það sem hann að biðja mig en hann veit að það mér tjóna því leyti til, því allt sem hann að biðja allt reynslu aukandi. Þannig það alltaf akkur í því fyrir mig að gera verk drottins. Lítil verk, stór verk skiptir ekki máli, það ekkert lítið til í drottni, ég myndi nú segja að það verður nú allt stórt í drottni. En það allt saman aukaatriði, aðalatriðið það að við gerum það sem drottin að biðja okkur Hver köllun þín? Þú veist það, ert að gera hana, þú veist það líka. En sért ekki að gera hana, þá hvetur drottin til þess að fara nú að drífa þig, að gera það sem þú kallar köllun til. Það mun færa þér gæfu og alla gæfu sem þú þarfnast. Þannig það ekki spurning þetta, við þurfum að vera í því sem að drottin vill og gera það sem hann vill og þegar hann vill og núna vill hann að þú gerir eitthvað og ég veit ekki hvað það en hefur leitað ráða hjá honum það. Hann kemur með svar til þín rétt eins og mín, hann hefur alltaf svarað mér og hann mun líka með sömu ánægju svara þér. En þú verður að knýja á. Knýið á, segir á einu stofu fyrir þau mun upplokið verða. Þetta alltaf sama bænarefnið í sjálfu sér. Þannig við sjáum að við sem erum á þessu stað að færa fólki í gleðitíðindi, en við erum í raun og veru alltaf að tala sama atriði. Það þessi hvatning frá degi til dags sem svipuð líka frá degi til dags og það þarf ekkert svo mikið að breyta þessu því að þetta bara eitthvað sem einhvern veginn drífur fólki. Það búið að finna bestu aðferðirna við boðunina og ætti ég að þá að reyna eitthvað að breyta því, ég held ekki. Það annað að spyrja sig leiða hvernig maður gerir þetta, það alltaf annað mál. En leiðirnar eru í hendi drottins og þess vegna bara sækir maður viskuna þanga og hefur fullan aðgang að.
Og það er ekkert bundið við einhvern neitt, það er bara bundið við vilja minn að gera þetta. Segðu þetta með mér, það er bundið við vilja minn að gera þetta. Og hér erum við að fræða og uppur á hvort annað í Jesú nafni og gerum því skyld okkar. Það er skyld okkar að koma þannig fram við aðra einstaklinga, að þeir fari frá okkur upp örvað fólk. Og það er svo sem allur gangur á því, en við náttúrulega tökum ofan fyrir því fólki sem er þetta. En hvetjum hina til þess að sem eru það ekki að vera þetta þá. Því að við vitum alveg hvernig hjartamannsins er, hann slægir í þessa átt. Og það er nú bara svoleiðis, kæru vinir, en látum þetta bara duga núna og svo höldum við þessu áfram óhrædd.